Viktorandleg fræði, 34. kafli, viðbrögð annarra. Sá sem náð hefur fullri opnun og hefur fundið og upplifað kærleika Guðsorkunar í hjarta sín og líkama, hefur aldrei liðið betur í lífi sínu. Hann er engum háður og hefur lært að njóta hvers augnabliks lífsins. Hann er laus við ótta, áhyggjur og kvíða og líður vel í líkama sínum og sál og finnur fyrir mikilli löngun til að hjálpa öðrum að öðlast slíkt hið sama. Margir finna fyrir þörf að hjálpa sinni nánustu fjölskyldu, ættingjum og vinum og öðru fólki að upplifa það sama og þeir eru að upplifa. Þessi löngun getur komið sterkt fram í miðjuferlinu þegar sá sem er að opnast byrjar að skynja breytingarnar innra með sér og farin að finna þá vellíðan sem þessu fylgir. Því fara margir af stað til að vekja sína nánustu en tala fyrir daufum eyrum. Flestir hlusta án þess þó að sýna mikinn áhugann í viðbrögð. Þetta getur sá sem er að opnast upplifað sem mikil vonbrigði að geta ekki hjálpað þeim sem honum þykir vænstum og eru honum kærastir. Því nú upplifir hann meiri kærleika til þeirra sem og annara en áður og reynir því allt sem hann getur til að hjálpa öðrum og ekki síst sínum nánustu. Eins og áður sagði, þá hefur hver og einn sinn vitjunartíma sem er ólíkur frá manni til manns. Því er ólíklegt að hinni nánustu séu tilbúnir að opnast þó svo að einhver í fjölskyldunni séu að opnast. Mikilvægt er og besta leiðin er að koma ávallt fram af kærleika og geisla af þeim kærleika sem viðkomandi ber í brjóstinu til annara. Einnig er mikilvægt að biðja fyrir fólki að það megi rata réttan veg í sínu lífi. Það getur verið erfið höfnun að upplifa að geta ekki hjálpað öllum með beinum hætti þegar sá sem er að opnast hefur fundið og skynjað að þetta er hinn eini sanni vegur leiðir til mikillar lífshamingju, kærleika og gleði. Þetta er ákveðin þröskuldur sem flestir þurfa að yfirstíga í opnun sinni en það mun lærast með tíð og tíma og einnig að kærleiksrík framkoma við allar aðstæður leiðir ávallt til aukins þroska og hærri meðvitundar. Slíkt hjálpar þeim sem nærri eru þó svo að það gerist ekki með beinum hætti. Því slík framkoma hefur áhrif á hvern þann sem hana upplifir. Sá sem hefur opnast og öðlast fulla yfirsýn á opnunarferlinu lærir að skynja og finna hvar, hver og einn er staddur í ferlinu, hvort hann sé tilbúin að vakna og eða hvar hann er staddur í opnunarferlinu og hvort hann sé þegar lagður á stað. Einstaklingar sem er að vakna eru afar forvitnir og spurja margra spurninga ferlið og andleg málefni almennt. Þeir eru að leita svara við tilgangi lífsins og hvert leiðin liggur. Slíkur einstaklingur kveikir í hinum opnaða sem fer á fullt að svara spurningum og leiðbeina hinum nývaknaða áfram. Þessir einstaklingar eru auðþekkjanlegir í fjöldanum og er það mikil upplifun þegar hinn opnaði hittir slíka einstaklinga því auðvelt að hjálpa þeim áfram veginn því þeir hafa brennandi áhuga á að komast lengra í sínu ferli og þyrstir í að finna og upplifa meiri kærleika í hjarta sínu. Einnig getur það gerst þegar hinn opnaði fer af stað að koma sér á framfæri við að hjálpa fólki að hann upplifi gagnrýni og oft á tíðum fjandsamleg viðbrögð fólks. Oft meiri fjandskap og ilsku en viðkomandi hefur upplifað áður á ævi sinni. Það kemur mörgum í opna skjöldu að sá sem ber út sannleika og kærleika til fólks og leggur lífsitt í sölurnar við að hjálpa öðrum skulu upplifa slík viðbrögð. Margir upplifa þetta sem mikið högg og mikla höfnun og margir hopa og draga sig í hlé frá andlegum störfum því þetta er ekki það sem viðkomandi bjóst við að upplifa. Mikilvægt er að hafa í huga að framkoma sem þessi er undantekningin og er í raun ekki algeng en getur komið upp og því er gott að vera viðbúin. Slík framkoma skal aldrei taka persónulega né inn á sig því ekkert er rangt við að bera út sannleika og kærleika. Því er mikilvægt að láta þá fáu einstaklinga sem svona bregðast við ekki draga úr sér kjarkinn.
Því andleg störf hins opnaða munu hjálpa mörgum á þeirra vegferð og því er mikilvægt að biðja Guð styrk, getu og hugrekki til að láta gott af sér leiða. Mikilvægt er að halda ótröður áfram í sínu andlegu störfum með hvaða hætti sem þau mega vera. Það er í raun egóið og óttinn sem eru við völd hjá þeim sem sýnast líka fjandsamlega framkomu. Egóið er sterkt hjá slíkum einstaklingum og þeir lifa í miklum ótta og þjáningu í lífi sínu. Því þurfa þessir einstaklingar einna mest á hjálp að halda. En augu þeirra og eyru eru lokuð fyrir andlegum málefnum og því er erfitt að hjálpa slíku fólki með beinum hætti. Best er að biðja Guð að blessa slíka einstaklinga og hjálpa þeim að finna hinn rétta veg er leiði til betra lífs og kærleika. Framkoma slíkra einstaklinga er því engin áfellisdómur yfir andleg störf hins opnaða. Best er að virða slíka framkomu að vettugi og láta slíkt ekki raska ró sinni né jafnvægi á neinn hátt. Því þeir sem eru tilbúnir fyrir andlega vöknun eru mun fleiri og að hjálpa þeim er það sem gefur hinum opnaða lífsfyllingu því hún verður launað með miklum kærleika.